Það komið að bæjarstjóranum í Mosfellsbæ. Hann ætlar að flytja hérna okkur smá erindi golf í heilsueflandi samfélagi. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti Golfsambandsins, kæru golfarar og gestir. Ég sem bæjarstjóri í Mosfellsbæ og líka golfari. Búinn að vera að fikta við það í allir ekki svona 20 ár. Kannast aðeins við þessa íþrótt. Var nú líka tíma formaður fyrir öðrum golfklúbbnum sem starfandi í Mosfellsbæ. Og sonur minn er að æfa golf, þannig að eitthvað hef ég kynnst þessari íþrótt og hún hefur gefið mér margt og ég skildi margt svolítið samhengið í því þegar það sem Brynjólfur var að segja áðan hvernig maður nálgast þetta verkefni. En að því að Hörður var tíðrætt hér stefnumótun og slíka hluti, að þá hefur nefnilega Mosfellsbær einmitt farið í heilmikla stefnumótun á ýmsum sviðum. Og árið 2008 þá mótaði bæjarfélagið sér svona heildarstefnu, svona eins konar regnhlífastefnu. Hann mótaði sér framtíðarsýn, hvað hann ætlaði að standa fyrir til næstu 10-20 ára. Hann bjóð sér til gildi og hlutverk og svona stefnuáherslur sem að bæjarfélagið þá ætlaði að vinna út frá þá næstu árin. Og á grundvelli þessarar heildarstefnu var síðan hægt að búa til aðrar stefnur í hinum og þessum málaflokkum, til dæmis íþróttastefnu. Bærinn hefur íþróttastefnu og meira sé að gert þar á nokkrum sinnum. Og ég held nú reyndar að mjög mörg bæjarfélög og öll þau stærstu hafi nú einhvers konar stefnu í þeim málaflokki. En við höfum líka stefnu í heilsumálum og sem tengir svolítið því sem var komið hér inn og áðan hjá Brynjólfi. Við höfum mótað okkur stefnu að vera heilsubær. Og af hverju heilsubær? Jú, við fórum svona aðeins að kafa ofan í það hvað gæti verið svona kjarnastarfsemin, atvinnuvegurinn í Mosfellsbæ á sínum tíma, og komumst við að því að flest störfin, það ansi mörg störf reyndar, þó að Mosfellsbæ ímynd fólk sé örugglega svefnbær, þá eru ansi mörg störf í bæjarfélaginu. Og við töldum þau á sínum tíma, þau voru eitthvað staðar milli 2200 og 2400, eitthvað svoleiðis, meðan íbúarnir voru eitthvað staðar kringum 8000, þannig að þið sjáu það er ansi mörg störf. Hins vegar ekkert endilega Mosfellingar sem sinna þeim, því að höfuðborgarsvæðið er jú eitt atvinnusvæði og menn ferðast á milli. En þegar fórum að kafa ofan í það hvers konar störf þetta voru, þá var það mikið til störf sem tengdust heilsu, með einum öðrum hætti. Náttúrulega Reykjalundur stærsti atvinnurekandinn í bæjarfélaginu fyrir utan bæinn sjálfan og bara endurhæfingarmiðstöð á heimsmælikvarða, stóri vinnustaður. Og svo fórum við að skoða þetta líka. Það er mjög mikið af fólki sem vinnur við alls konar hluti sem tengjast heilsu, nuttarar, heilarar, þjúkraþjálfarar og hvað þetta heitir. Og svo náttúrulega öll íþróttahreyfingin sem er mjög stóri í Mosfellsbæ. Þetta ungt samfélag með mikið af börnum og íþróttafélögin og tómstundafélögin gegna mjög veigamiklu hlutverki í samfélaginu okkar. Og allir þeir sem starfa við það með einum öðrum hætti, Afturelding til dæmis næst stærsti vinnustaðurinn í bænum, fyrir utan Reykjalund og þá Mosfellsbæ sjálfan, með alla sína starfsemi, 10 íþróttadeildir og svo framvegis. Og golfklúbbarnir, hestamannafélagið, skátarnir, þetta myndar þessa heild. Og komist að því að þetta var stærsta atvinnugreinin. Þess vegna fórum við í þetta að móta heilsustefnu og búa til konsept sem heitir heilsubærinn. Og golfið er náttúrulega stór þáttur í þessu.
Við langaði svona þess að koma inn á þetta vegna þess að þetta skiptir máli held ég líka í markasetningunni og því sem að Hörður var að nefna hérna áðan, svona hvernig á að selja líka samfélaginu og sveitarstjórnarmönnunum það að golf skiptir máli og það að leggja pening í golf. Og þegar maður kemur að þessu, eins og með Mosfellsbæ, að Mosfellsbær er út í aðri sveitarfélagsins, eða út í aðri höfuðborgarsvæðisins segi ég. Okkur Mosfellingu finnst þetta mjög fallegur bær og ég hef heyrt fleiri tala það líka. Þannig að það er ekki bara Mont, sko. Hann er staðsettur í meðal fella og áa og vatna í fallegu umhverfi og svona fólkið, íbúarnir í Mosfellsbæ vilja byggja bæinn sinn upp í svona góðri sátt við þetta umhverfi allt saman. Og hlífa og varðveita svona náttúruna og svona einkenni bæjarins og umhverfisins. Og þegar við fórum, þessi mynd er til dæmis tekin frá Vesturlandsveginum. Forgrunni er það sem á að vera ævintýragarður í Mosfellsbæ. Stórt og mikið svæði milli Köldukvíslar ána tveggja, Köldukvíslar og Varmár. Fyrir neðan það er hesthúsasvæðið. Síðan kemur Leirvogur öll strandlengjan, Hlíðavöllur, golfvöllurinn, reiðstígarnir, göngustígarnir og hjólastígarnir. Og stór hluti af þessu landöllu saman er lagt undir golfvöll. Hlíðavöll sem er 18 hólu golfvöllur, glæsilegur golfvöllur. Þetta land er sennilega eitt verðmætasta, ef ekki verðmætasta byggingaland á landinu. Við Leirvoginn, með útsýn yfir allan flóann. Gæti ímyndað mér að þetta gæti verið svona 5 til 10 milljarða virði, eitthvað svoleiðis, ef það væri selt undir hús, jafnvel mikið meira. Af hverju erum við að setja þetta land allt saman undir þessa starfsemi? Af hverju erum við ekki bara að seljum þetta og byggjum hús á þessu og sveitarfélagið getur borgað allar skuldirnar sínar og lifað í veljastíkum kannski? Já, það er vegna þess að þetta rými, þetta lífsrými, þetta útivistarsvæði skapar svo mikil verðmæti. Það skapar að mínum mati og okkar mati meiri verðmæti heldur en að geta kassað því bara sér svona. Og ég held að sko þegar talað það hvað sveitarfélög leggja til þessara íþróttar, þá gleymist þetta oft. Það er landið sem undir þessa starfsemi fer, því að golf er plássfrek íþrótt. Það er ekki bara eitt lítið hús, heldur er það 50 hektara svæði kannski, eitthvað svoleiðis, sem þarf undir þetta. Og Mosfellsbær hefur kosið að leggja þetta land undir þessa starfsemi, ekki bara golf. Golfið er plássfrekast, en þarna er svona hjartað í bænum. Og þetta býr til verðmæti fyrir samfélagi. Til lengri tíma og okkar mati og mínum mati mun meiri verðmæti heldur en nákvæmlega það að byggja því. Fyrir utan það hvað þetta er náttúrulega miklu fallegra. Og hvar vildu búa? Og íbúarnir vilja búa þar sem þeir geta sótt sér afþreyingu, tómstundir, útivist í sínu nánasta umhverfi og þeir sem búa og vilja sækjast að búa í Mosfellsbæ til dæmis, það er fólk sem er að sækjast eftir svona hlutum. Það er að sækjast eftir því að geta farið út að skokka beint úr húsinu sínu, það er að sækjast eftir því að geta farið í fjallgöngu bara beint út úr húsinu sínu, það er að sækjast eftir því að fara á hestbak og geta þess að labba niður í hesthús, það er að sækjast eftir því að fara í golf og svo framvegis. Og þetta skiptir svolítið miklu máli, líka bara sundlaugur og svoleiðis hlutir. Og íbúar í Mosfellsbæ eru með þeim ánægðustu íbúum sveitarfélagum á landinu samkvæmt ánægjukönnun Capacent. Og ég held að þessi hugsun skiptir rosalega miklu máli og sé stór ástæða fyrir því. Heilsueflandi samfélag, hvað er það? Jú, það er þróunarverkefni sem er í umsjón landlæknis, embætti landlæknis, hugmyndafræðin kemur þaðan.
Heilsuvin sem svona klasastofnun fyrirtækja og einstaklinga í Mosfellsbæ sem að sinna einhvers konar starfi varðandi heilsu og Mosfellsbær sjálfur. Mosfellsbær ryður þessa braut fyrir önnur sveitarfélög raun og veru. Við erum fyrsta heilsueflandi samfélagið á landinu og þetta eru þættirnir sem að þar skipta máli: næring, hreyfing, líðan, lífsgæði, forvarnir. Kemur svolítið inn á það sem Brynjólfur var að segja hérna áðan. En hvað er það sem, þetta verkefni nær til allra aldurshópa, frá vöggu til grafar, og allir skólar, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar í Mosfellsbæ eru þátttakendur í þessu verkefni, heilsueflandi skóla. Og þetta snýst það að heilsueflandi kostir séu til staðar, það sé auðvelt að nálgast hollt og gott mataræði og það sé gott aðgengi að útivistarmöguleikum og fjölbreyttri hreyfingu. Og við í Mosfellsbæ höfum lagt mikla áherslu á þetta. Það er örugglega í göngu- og hjólreiðastígum, það er örugglega flestir metrar á göngu- og hjólreiðastígum að íbúa í nokkur sveitarfélög á landinu, get ég ímyndað mér. Reiðstígar eru út alt. Það eru 2 sundlaugar, önnur þeirra sennilega eins og vinsælasta á höfuðborgarsvæðinu eða landinu. Það eru 2 líkamsræktarstöðvar og það eru 2 golfvellir og það eru fellin okkar og við erum með stikaðar gönguleiðir sem eru svona cirka 80 km upp á öll þessi fell, þannig að allir geta nú ratað og farið. Þannig að þetta skiptir máli í þessu sambandi, í þessari hugsun að skapa svona umhverfi sem að samfélagið vill og svona umgjörð í kringum hluti eins og þessa. Og þá komum við kannski að golfinu og golfið í Mosfellsbæ. Eins og ég sagði, þá eru 2 golfklúbbar í Mosfellsbæ. Ég þekki þetta nú. Þetta séu samtals 1100 félagsmenn í þessum golfklúbbum. Í Mosfellsbæ búa rúmlega 9.000 manns í dag. Þannig að þeir sem eru félagsmenn í golfi eru stórt hlutfall af bæjarbúum og svona það bil 50–60% af þessum félagsmönnum eru Mosfellingar. Svo eru náttúrulega Mosfellingar í öðrum golfklúbbum að sjálfsögðu. En margt af þessu fólki, ég er alveg viss um það og ég veit það að margt af þessu fólki hefur flutt í Mosfellsbæ vegna þessar aðstöðu. Það hefur sóst í bæjarfélagið til þess að eiga stutt í það og geta fengið góða aðstöðu til stunda golf. Þannig að þetta er markaðsvara fyrir bæjarfélagið til að selja. Og Bakkakoti er skemmtilegu 9 holu völlur, skógavöllur og lúflingur og kjölur. Þar er hlíðavöllur með 18 holu keppnisvöll. Bæjarfélagið hefur verið að styðja við þessa starfsemi með einum öðrum hætti. Bakkakotsvöllurinn er að hluta til á landi Mosfellsbæjar. Sínum tíma keypti Mosfellsbær hluta til landi til þess að leigja eða lána bakkakotsmönnum í sinni uppbyggingu. Kjölur hefur fengið meiri stuðning í gegnum tíðina því það var svona skilgreindur sem bæjarvöllurinn, enda svona í hjarta bæjarins meira. Og sveitarfélagið á sínum tíma lagði, ég ætla að ekki að nálgast átt í 200 milljónir á núvirði, í stækkun þess vallar úr 9 holum í 18 með sérstökum samning við klúbbinn á sínum tíma. Og svona aurar fyrir Mosfellsbæ eru miklir aurar. Þetta eru 200 milljónir, 150–200 milljónir er skiptir máli. En þannig að síðan er bæjarfélagið með samninga við öll íþrótta- og tómstundafélögin í bænum, meðal annars golfklúbbuna, styrki, rekstrarstyrki til barna- og unglingastarfs. Og áður þessi klúbbar hafa fengið styrki á þeim nótunum. Það hefur verið meira barna- og unglingastarf í Kili. En af því að Hörður var að velta fyrir sér hvernig á að nálgast sveitarstjórnarmennina og hvernig á að fá meiri pening í þessu uppbyggingu, að
ég get alveg sagt það eins og að það ekkert auðvelt. Það hefur ekkert verið auðvelt að, þetta er ekki auðveldar ákvarðanir eða auðvelt að selja það að þeir að setja pening í golf. Það er bara töluverð skiptar skoðunar það, bæði meðal þeir sem eru í pólitíkinni og bara samfélagsins og íþróttahreyfingarinnar, að það eigi að sé sér réttlætanlegt að setja peninga í golf, því að þetta litið á þetta sem fyrst og fremst sem íþróttir fyrir fullorðna. Hins vegar þetta þannig, og það sem Hörður var að segja, okkur er ódýrara að spila golf hér heldur en víðast hvar annars staðar. Það er vegna þess að það kemur fé í þennan stofnkostnað að byggja upp golfvellina í gegnum sveitarfélögin, sem að þýðir þá það að selja alltaf ódýrar inn á vellinni eða í félagsgjöldum. Og þetta gerir það að verkum að mínum mati og örugglega fleiri, að okkur golf er þessi stóra mikla almennis íþrótt á Íslandi. Það er vegna þess að það er tiltölulega ódýrt. Og hins vegar lykilatriðið að mínum mati til þess að svona halda áfram þessari uppbyggingu er að bæta ímyndina. Það þarf að bæta ímyndina því að það er svo margir sem hafa þá ímynd að golf sé bara fyrir efnað fólk. Þetta er svona ennþá í hugum mjög margra snobbíþrótt. Því að nefndi blazerinn, farðu bara úr honum. En í alvöru, og til dæmis í bæjarstjórninni hjá mér, okkur, það eru mjög margar rimmur sem hefur verið teknar golf. Og þegar það var bara í gær var ég með golfmál á dagskrá í bæjarráðinu. Fundurinn stóð í 1,5 tíma. Það voru 10 mál á dagskrá. Það tók klukkutíma og korter að ræða eitt golfmál, hinn 9 tók korter. Skiljiði. Þannig þetta er hugarfarið er stundum dálítið skrítið. Og endaði að reynda með því að einn bæjarfulltrúi spurði annan hvort hann einhvern veginn fengi golfkúlu í hausinn. Ég meina, þetta er bara, það þarf að taka svolítið, ég held að golfhreyfingin sem taka svolítið taki, hún hefur verið að því, en að leggja ennþá meiri það að upplýsa fólk til hversu golf. Og lykillinn að því líka er að fjölga börnum og unglingum í íþróttinu, og ég er svolítið áhyggjur af því sem hann kom fram á sem glærum áðan, að þeim sé að fækka, því að það er einhvern veginn alltaf lykillinn að peningunum, að börnin og unglingarnir séu að stunda íþróttina. Og það er náttúrulega, þá eru þau komin þegar þau vaxa úr grassi, búin að fjölga sér og allt eins og gengur í þessu lífi. Þannig að þetta er svona, mín ráðlegging til ykkar er þetta, hugiði að ímyndinni. Og hugiði að ímyndinni þannig að sé íþrótt fyrir alla. Bara nefnir sem dæmi, það var oftar sem endranær verið að tala golf einhvern tímann, það var í aðdraganda fjárhagsáætlun hjá okkur núna, það var að ræða frístundaávísanir og svoleiðis hluti, og þá kom upp svo skoðun að börn gæti ekki verið í golfi af því að það var svo dýrt. Ég á barn í golfi og ég á líka barn í knattspyrnu, það er 3 sinnum dýrara að vera með barn í knattspyrnu heldur en í golfi. Þetta veit fólk ekki þeir nema þeir sem að stunda þetta sjálfur. Við erum með, sem dæmi er hlíðavöllur þarna við ströndina, við Laufruvogina sem ég nefndi áðan. Hann liggur á sjó, hann er umkringdur byggð. Í gegnum hann liggja göngu- og hjólastígar, meðfram vellinum er fjölfarnir reiðstígar. Þarna er allir sátt og samlyndi. Og það skiptir svo miklu máli. Að það sé að nýta þetta landsvæði, þetta dýrmæta land, ekki bara fyrir eina íþrótt eða eina útivist eða eitt, heldur allt saman. Og það hefur einhvern veginn tekist að skapa á þessum stað sátt það að allir geti notið þessa fallegu náttúru, sést þarna fyrir neðan fuglaskoðunarhúsið, það er allt. Og fallegum sumardegi, sumrin, er ótrúlegt að vera þarna, vegna þess að það er svo mikið af fólki, gera svo margt ólíkt. Og þetta skiptir máli, og þannig að völlurinn og golfið og íþróttin verður
þessi órjúfanlegi hluti af þessu samfélagi og börnin og allir geta farið gangandi golf, þetta er stutt að fara, nefnir þetta sem dæmi og þessu tilfelli þetta að verða heilsárssport hjá stórum hópi iðkenda, þannig að maður sér það helgar og veturna, það er bara fullt að gera. Þannig að þetta skapar þetta heilsueflandi samfélag, að allir séu að hreyfa sig og gera eitthvað og njóta þess að vera til. En það er nú breytingar aðeins í vandum. Þessi Mosfellsbær hefur verið í viðræðum við golfklúbbana upp í Mosó um sameiningu undir nafninu Golfklúbb Mosfellsbæjar, því að það skiptir máli að Mosfellsbær geti merkt sig við þessa starfsemi. Annar heitir golfklúbburinn Kjölur, hinn heitir golfklúbburinn Bakkakot. Það er lítið í þessum nöfnum sem að bendir eða markera sig við bæjarfélagi. Það sem að skiptir náttúrulega máli í þessu, segi ég, er það að það er verið að bjóða upp á þjónustu. Það er verið að bjóða upp á þjónustu fyrir íbúa og samfélagið, bjóða upp á þjónustu fyrir íbúana það að geta farið í golf og fengi sem besta þjónustu út frá því. Klúbbur með 2 völlum býður upp á betri þjónustu en klúbbur með 1 velli. Þessi 2 vellir sem kom fram hér áðan eru ólíkir, þeir vega kvarnanan upp og með þessu að þá teljum við að bjóða upp á betri vöru fyrir þá sem búa í Mosfellsbæ og þá sem vilja flytja þangað. Og Mosfellsbær er stoltur af því að styðja við þessi mál og ef þessum hlutum verður að þá mun Mosfellsbær öllum líkindum, þannig að við séum ekki búið að samþykkja það endanlega, en öllum líkindum leggja til fé til þess að byggja enn frekar upp þessa íþrótt í bænum. Það vantar til dæmis golfskála á Hlíðavöll og það þarf að færa hann og það vantar ýmislegt í Bakkakoti, það þarf að lengja þar brautir, það þarf að laga þar teig og grín og bæta aðkomu og slíka hluti. Og ef þetta verður að veruleika þá mun verða lagt til að bærinn leggi töluvert fé í frekari uppbyggingu á þessu. Og stór og öflugur klúbbur, hann mun bera nafn bæjarins enn frekari hróður fyrir Mosfellsbæ og eflir bæjarlífið. Og það skiptir líka máli, starfið skiptir líka máli, við viljum að sjálfsögðu að Mosfellsbær sé sem oftast nefndur í þessu sambandi. Þannig að ég held að þurfa að líta á þetta sem þetta er verkefni að vara sem skiptir máli fyrir bæjarfélag að geta búið upp á. Sérstaklega bæjarfélag eins og Mosfellsbæ sem að leggur sig út, að gefur sig út fyrir að vera bæjarfélag með svona alhliða útivistar möguleikum. Nú er ég örugglega búinn að tala allt of lengi. En ég ætla nú eiginlega bara að enda þetta á þessu. Gildi Mosfellsbæjar voru búin til í þessari stefnumótun 2008 og þau eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skömmu eftir að þetta var búið til þá kom fjármálahrunið eða bankahrunið og framtíðarsýnin og allt saman. Það er samt svo merkilegt að þessi gildi hjálpuðu okkur alveg ótrúlega mikið að takast á við þau verkefni sem að þá urðu, sem var allt önnur verkefni heldur voru hálfu ári áður. Öll þessi gildi hanga upp á öllum stöðum í bænum, öllum stofnunum og sem víðast og starfsfólki er hvatt til þess að tileinka sér þau. Og ég hef aðeins tileinka mér þau líka í golfinu, vegna þess að þau virka þar líka. Það er gott fyrir golfleikin að tileinka sér þessi gildi. Þú ætti alltaf að bera virðingu fyrir golfleiknuðinu, fyrir golfsveiflunuðinu, fyrir þeim sem þú spilar með og þeim sem umgengst á golfvellinum. Þú þarft að vera jákvæður. Það er lykilatriði í golfi að ná árangri að þú sért jákvæður og hugsir fram á veginn. Þú þarft að vera framsækinn, þú þarft að æfa þig eins og komið fram á áðan og njóta þess að vera í þessu og þú þarft að bera umhyggju fyrir sjálfur og öðrum sem spila með, umhverfinu og vellinu. Þannig að þetta skiptir máli og það
er gaman að því þegar svona hlutir eins og þessir geta svona fengið aðra merkingu. En ég held að stóra verkefnið, ef að á að ná meiri fjármunum í golfíþróttar, uppbyggingu hennar, þá þurfum við að hugsa fyrst og fremst, mjög mikið allavega ímyndina og fá fjölga börnum og unglingum í þessari íþrótt. Ég held ég hafi þetta ekki lengri. Ég hugsa að flestir séu að fara að langa í veitingadaginn frammi. Við þökkum Haraldi fyrir. Hann er líka tilbúinn til þess að svara einhverju ef einhverjir hafa hér spurningar eða fýsir að vita eitthvað. Já, gjör svo vel. Já, það er enda þannig að ég get bara að tala fyrir mitt sveitafélag, þar er ekkert íþróttafélag með meiri aðgang á skólanum en önnur. Golfklúbburinn hefur alveg jafn mikla möguleika á því að komast inn í skólan og kynna sín íþrótt eins og aðrir. Það er hins vegar mjög mikið tregða í skólanum bara almennt að hleypa öllum þessum klúbbum, hvort sem það er fótboltinn, handboltinn, golfið eða hvað eina, inn í tímana til þess að kynna þetta. Þannig að það er kannski eðlilegt, það tekur mikið tíma. Hins vegar hefur við farið þá leið að búa til svokallaða íþróttafjör, þar sem að yngstu börnin geta fengið að kynnast öllum íþróttagreinum eftir skóla og þar á meðal golfið og þetta sé fyrst og fremst verkefni hjá golfklúbunum, það er að vera í góðu sambandi við þá sem er að stjórna íþrótt- og tómstundamálum hverju bæjarfélagi og koma því á framfæri. Í Mosfellsbæ er stór hluti, eða er stór hópur sem æfir golf. Stærra hlutfall kannski hjá mörgum öðrum stöðum og ég held að það sé kannski út af þessu. En kannski líka bara, það þurfum líka að koma því á framfæri að þetta er ódýrt. Það er ódýrt fyrir börn að stunda golf. Það er ódýrara en margar aðrar íþróttagreinar og ég held að svo margir hafi þá tilfinningu að þetta sé svo dýrt. Takk fyrir þetta, Haraldur. Einhverju fleiri? Ef svo er ekki, þá skulum við gefa honum gott klapp og takk fyrir þetta.